Hvað eru jöfnuhneppi? Jöfnuhneppi eru jöfnur þar sem við erum að vinna með tvær stærðir sem við þekkjum ekki. X og y til dæmis. Þetta getur verið A og B eða hvað sem er ef út í það er farið. X-ið stendur fyrir eitthvað ákveðna tölu, y stendur fyrir eitthvað ákveðna tölu. En ef ég gerir bara X plus y er oft á 7, þá veit ég ekki hvað er X og hvað er y. Ég veit hvað eru saman, 7, en X getur verið 1 og y 6, 2 og 5, 3 og 4 eða þess vegna einhver brot. Ég hef ekki hugmynd um það. Til þess að átta mig á því, þá þarf ég að setja upp aðra jöfnu með X og y. Og hérna ætla ég að gera 2y plus X er jafnt og 10. Nú get ég prófað hvað X gæti verið og hvað y gæti verið, en ég get líka reiknað það. Við notum 3 leiðir. Ein er teiknilausn, þar sem ég teikna jöfnurnar upp í hnitakerfi, reiknindilega svona. Hnitakerfi hérna og það sem þar koma þá er X-hnitið og y-hnitið, lausnin fyrir X og y. Ég get líka notað innsetningaraðferð, þá myndi ég umskrifa þessa jöfnu X er oft á 7 mínus y, færa y-ið yfir, seta það inn hérna megin, 2y plus 7 mínus y er oft á 10, y mínus y er y, mínus 7 er oft á 3. Og þá veit ég að X er oft á 4. Og svo er til eitthvað sem heitir samlagningaraðferð, þá myndi ég margfaldi gegn hérna til dæmis með mínus, leggja þetta saman, þá dettur X-ið út, þá er y er oft á 3, ég fæ sjá því sömu niðurstöðu, X er oft á 4. Ég veit ég er að reikna þetta rosalega hratt, enda er ég búin að búa til myndbönd þar sem ég útskýri hverja aðferð fyrir sig, teiknilausnina, innsetningaraðferðina og samlagningaraðferðina. Ég er pínu meira hérna að láta ykkur vita hvað jöfnuhneppi er. Það er aldrei þannig að einhver ein leið sé eina rétta leiðin, stundum er einhver aðferð auðveldar en önnur eða fljótlegri, en ég get strangt til tekið alltaf notað allar 3 aðferðirnar.